Góðan dag á ný kæru hlustendur, morgun útvarpið og útvarpið sögu heldur áfram að feta sig inn í þennan fína fimmtudag. Ólafur Kristjánsson frá Netkennslu, sæll og velkomin. Gaman að sjá þig. Góðan daginn. Gleðilegt ár. Já, sömuleiðis. Hvernig hefur það? Ég hef það bara ljómandi gott. Er það ekki? Jú. Góð með kaffi í bollan? Nei. Það er á leiðinni? Já, það er á leiðinni. Þessi heimur sem að er orðin okkur svo mikilvægur. Það held ég séu, já, til dæmis hér á Íslandi er ábyggilega 80-90% sem að eru stærstan hluta vinnudagsins síns, já kannski ekki svo margir en gríðarlega margir sem eru með þetta tæki fyrir fram að sig alla daga. Já, það passa. Og svo þegar þeir koma heim þá halda þeir áfram. En það þarf að kunna á þetta, það er svo margt sem að þetta býður upp á. Flestir fara nú bara svona inn á netið og skoða fréttirnar og fara inn á Facebook eða Twitter eða hvað þetta heitir allt saman og skoða útvarpsaga.is en það er svo margt annað. Já. Það má eiginlega segja sko að netið í dag, ef við tölum internetið, sko aðgengi á netinu þá maður svona rekst alltaf öðru hvora fólk sem að segir þetta hendi sér ekki eða eitthvað svoleiðis en það má eiginlega segja að þú finnir ef þú ert með eitthvað áhugamál. Já. Það er alltaf eitthvað áhugamál sem að fólk hefur þó að kannski sé eitthvað jafnilega ekki einu svona meðvitað það að þá getur þú fundið það á netinu. Já. Það er eiginlega þannig að það má segja sko að tölvun og aðgengi á netinu það hendar öllum. Já, þó að fólk segja annað. Þetta er í reyndi svona verkverkista eða svona söfnunarkassi og svo setur í hann það sem þið langar. Já, þú hefur bara aðgengi að nánast öllum. Já. Það er nú það sem að, og það er kostunum við þetta allt saman og hvað þetta er spennandi og skemmtilegt og flott í rauninni að það er þetta aðgengi og það var einhvern tímann ég las einhvern tíma skemmtilega grein að ef maður gæti nú þið sáu nú myndin Back to the Future að ef maður hefði nú þessa eiginleika geta stokkið eftir í tíman með þessi tæki sko og hitt einhvern fyrir 30 ára síðan að þá gæti maður nú monta sig við því að maður hefði nú aðgangað í rauninu allir bara allur nánast þeim vitsmunum á því sem hefur verið gert á jörðinu á netinu, það er búið að skrifa þetta allt saman og myndgera þetta allt saman og þetta er allt orðið svo gríðalegar upplýsingar sem við höfum öll þekking veraldar komin inn á netið sko en þegar maður kannski getur svo monta sig við því að maður notar þetta bara sem Facebook ég skrifa nú bara svona dagbókafæstur við notum þetta ekki eins og við gætum hugsalega nýtt okkur þetta tek myndir af matnum mínum alltaf á hverjum degi og deili með öðrum það er með þetta að fólk notar þetta oft aldrei takmarkað en svo er þarna ákveðin hópur úti sem að finnst þetta bara að vera gjörsamlega lokaður heimi fyrir sér sérstaklega á það nú kannski við þá sem orðin aðeins eldri. Já, það er náttúrulega fólk stundum sko hefur kannski ekki þetta sjálfströst til þess að stíga skrefið að nota þessi tæki. Það er einhver fóbía í gangi, það finnst tölvuumhverfið ekkert spennandi og það er einhver teknifóbía jafnvel. Já. En svo þegar það búið yfirstíga það, þá er þetta alveg og ég hef oft kennt fólki sem hefur verið með þennan styrleika að byrja og þegar það hefur loksins náð tökum á þessu þá hefur það verið alveg sko ofboðslega þakklátt fyrir að hafa einmitt stígi skrefið og verið ánægt að hafa nýtt sér þetta og hafa aðgangi að þessu öllu saman. Finnst þetta mjög spennandi. Geta allir lært að nota tölvu? Já, það geta allir lært að nota tölvu og það er ekkit vandamáli hjá mörgum, það veit í rauninni ekkit hvað á að fara að læra, það veit ekki hvað að byrja. Nei, það hefur ekki svona, þú getur aldrei lært allt, það er bara ekki hægt. Ég kann ekki allt, það er sko langt frá því. Og það er nú kannski hluti af töfrunum að þetta er orðið svo gríðarlega umsvifamikið og svo stórt þessi heimur veraldarvefsins að menn sjá ekkert út fyrir hann. Nú þekkjum við þekkjum flestir YouTube og YouTube er náttúrulega þetta er svo ofboðslega stór eining og þetta er í eigu fyrirtæki sem heitir Google sem allir þekkja að það eru 50 klukkutímar af efni sem er að fara á 1 sekúndu inn á YouTube. Hugsaðir hvað þetta er mikið álag og hvað þetta er mikið af efni. 50 klukkutímar á sekúndu, cirka, svona það bil. Og það sem maður hefur gerst með, já við einmitt vorum að rifja það upp til dæmis í morgun að það eru 14 ár síðan Wikipedia var til. Það fór í gang eða fór í loftið í fyrsta skipti 15. janúar 2001 og þarna er fólk almenningur bara hver sem er að bæta í risavaxna alfræðarabók sumir eru auðvitað prakkarar og setja inn einhvers konar bull. Já, það er þetta er orðið svo, þú segir, þetta er orðið svo stórt og það er þarna fólk sem að bera mikla virðingu fyrir þessu að þessi prakkarar sem er að setja inn einhverja vitleysu að undantekningarlaust að þá er hún farin í burtu á mjög skömmum tíma. Já.
þannig að þú getur nokkuð treyst öllu þeim heimildum sem þar eru í gangi. Og það sem er svo merkilegt við þessa miklu alfræðiorðabók er það að það er ekki nóg með að hún sé á ensku eins og gamla Britannica var og margir sem áttu öll bindin upp í hillu hjá sér. Hún er á ýmsum tungumálum, nánast, auðvitað er hún ekki á öllum tungumálum heims sem eru gríðamörg en hún er á mjög mörgum tungumálum og greinilegt að það er mikil metnaður í þessu. En svona allt, og þú nefndir YouTube, þar er líka verið að deila, menn almenningur setur inn uppáhaldslagi sitt eða hleður inn upplýsingum uppáhalds tónlistarmannin sinn eða jafnvel alls konar fræðefni, þetta er ekki bara tónlist. Ég hugsa í dag að því að YouTube hefur haft svolítið sterka ímynd svona allavega til að byrja með, haft svolítið sterka ímynd að þetta sé bara svona tónlistar myndbönd þarna inni. Já, svona tónlistar. Ég fullir það er meira fræðslefni þarna inni heldur en nokkuð tíma tónlistarmyndbönd. Já. Miklu meira fræðslefni. Þú getur lært að skipta dekk á bílnum þínum á YouTube. Þú getur farið í kertan og að læra að búti kerti. Já, akkurat. Og ég hef þetta fyrir eina vinkonu mína sem langaði að læra á kerti, hún bjóð út á land og komst ekki á námskeið í Reykjavík og þá fann ég fyrir og þá voru ég hugsa 500 námskeið hvernig þú ættir að búti kerti. Alls konar útfærslu sko. Já, og fólk sem á kannski einhver gömul tæki eða finnur eitthvað gamalt upp á háalofti hjá sér og vill vita hvernig það virkar, það er hægt að fara inn á YouTube og finna nánast allt. Já. Það er svo merkilegt. En þetta er svo svakalegt að þetta vefst fyrir mörgum. Já, það vefst fyrir mörgum að hvernig það á að leita að því og það er bara, þú setur í rauninni leitarstrengin í YouTube, þá setur orðið bara how to og svo skrifar það ensku. Nú ef þú ert í vandræði með að skrifa það ensku þá getur þú teknilega sér að fara inn á Google Translate og skrifa það á íslensku og beðið Google að þýða það yfir á ensku og svo nota copy-paste aðgerðina, klippa og afrita og líma inn sig og setja það inn á YouTube og þá ertu komið svarað og síðan er það sem ég kem til með að sína inn á netkennslu að það er hægt að setja enskan texta yfir enskt tal. Ef þú ert að horfa eitthvað fræðefni sem er með ensku tali að þá er Google komið þess að eiginleika eða tækni að þýða hljóði jafnóðum yfir í enskan texta. Kallað hljóðþýðing. Það er merkilegt. Og það sem er ennþá merkilegra að þessi hljóðþýðing þegar hún komin ensku að þá getur við svissaðin yfir íslensku. Já. Það er mjög fáir sem vita þetta en þetta er alveg frábært tól sem hægt er að nota en gallinni kannski sá að þetta er nú ennþá svolítið svona takmar vandvirknin er ekki mikil eða sko, ég hef nú verið að skoða svona myndbund og klaufalega þýðingar. Já, það er þetta svona, þessar Google Translate þýðingar geta verið klaufulegar en gefum okkur upp að þú ert að horfa á eitthvað pólskan vef og þú skilur ekki orðið í pólsku að þá getur þú fengið svona barnalega þýðingu á íslensku og þú kemst alveg gegnum þetta. Já. En nefnir þetta Google Translate hefur orðið skammaræði við lélegar þýðingar. Já, ennþá. Það er nú eftir að breytast. Já. En þú sagðir áðan, einmitt, kannski ákveðin töfraorð. Þú ferð bara og þú afritar og þú klippir og þú límir. Fyrir það sem hafa gert þetta. Þetta er svona grunnurinn að þú ætlar að ná einhverjum árangur í tölvu og þá verður að læra þetta. Nákvæmlega. En einmitt þetta, að segja þetta hljómar ósköp einfalt fyrir alla það sem hafa gert þetta oft og mörgum sinnum. En einmitt það er þetta sem að gerist oft hjá þeim sem er að byrja að sá sem er að leiðbeina þeim, hann segir já þú gerir bara svona hinsinn og svo gerir svona og hitt og svo þarf það að gera þetta og hérna, þetta er ekkert mál og við komum til bara að býta og hvað er takkin, þannig að það þarf að fara rólega í gegnum þetta, hvernig þetta af því þetta er svo mikið töfraheimur fyrir mörgum. Það þarf að fara rólega í gegnum þetta, það gerir það verkum að þeir sem að eru til dæmis að þeir sem er að kenna foreldrum sínum þeir hafa ekki þolið með hana þannig að þeir sem að standa sko vestu kennararnir eru þeir sem standa manni næst. Já, það getur oft orðið þannig og það er mannlegt. Það er þá tvennt í bóði, það er annars verið að læra það á netinu í tölvunniðinni eða hreinlega fara bara í tölvuskóla sem ég mæli með að fólk geti gert sko. Já. Ég fekk einu sinni viðtöldinu mín í þáttina einhvern tíðan mann sem að sjá ímyndar hluta aldraðara hérna í Íslandi. Já. Og hann mitt sagði frá því að hann hefur fengið til sín unglinga til að kenna eldra fólkinu á tölvur og hann sagði að þá upphefst svolítið skemmtilegt að þá er eldra fólki að skrifa og svo segir að það gerist ekkert og þá segir unga fólki þú verður bara að íta á enter og þá sagði sko það er þetta bara. Já. Það vantar sko
þetta sko. Já, og hvar er þetta? Já, hvar er þetta enter? Unglingurinn kennir sko, eldri manneskinu hann kennir honum á tölvu og eldri manneski kennir unglingunum þolinmæði, þannig að Já, getur unni vel saman. Þetta vinnur vel saman. Þetta er sigur fyrir alla. En netkennsla, lærðu á tölvur og einfaldan hátt, er nú svona það sem að við hafið sem motto. Já. Þetta er, svo höldum við áfram að hjakkast í samafarinu, þetta er ekki einfalt fyrir alla. Nei, alls ekki. Og jafnvel þó að og þess vegna, ég hef skoðað kennslumyndböndin inn á netkennslu og þetta er rosalega flott og það er svo margt þarna og þarna er gert það sem við nefndum á það farir rólega gegnum hlutina. Og sko netkennsla hefur alltaf verið áskriftari vefur. Já. Og það hefur líka verið svona smá þröskuldur fyrir þá sem er að byrja að bara það að setja notendarnafna lykilorð hefur verið svona pínu vandamál hjá sumum og það sem að ég er búin að vera með þessa áskrift svona cirka på 1200 manns yfir árið að þá hef ég tekið það ákvörðin að hafa þetta bara opið og leyfa þá öllum að nota netkennslu. Já. Og þannig að fólk er í frjálsu, fólk hefur bara frjálst val hvort það vilji styrkja vefinn eða ekki og allar leiðbeiningar það er á vefnum en aðgengið er semst opið öllum og þannig að ég hvet fólk að nota vefinn og fólk sem að vill kynna sér þennan heimallan að þá er þetta bara opið á netkennsla.is og þarna er farið í hluti eins og Google samfélagið, það ég kenni hvernig þú byrtir þinn reikning og hvernig þú notar leitarvélina og það er nú sagt mér mjög reyndir Google-gaurar sko, sem að hafa verið að nota Google mjög lengi að inn í því kennsluefni fullt af hluti sem þeir aldrei sé áður. Þessi aðferðafræði við að leita, hún getur verið svolítið snúin sko. Já, svo maður sem veit ekki það heldur að þetta umbreyta mælieiningum og ýmislegt sko. Ég er að segja það, Google leitarvélina er líka reiknivél. Já. Og þú getur fundið flug, þú getur fundið gengisbreytingar og annað slíkt. Þetta er alveg gríðarlega öflugt tæki. Já. Þú getur verið með raddstýrðar spurningar í dag og með þannig tölvu að ef að mikrofóninu virkur þá þarf ekki lengur að skrifa. Og það sem annað er mjög smart með Google að þú getur skrifað á íslensku. Nei, fyrir ekki að tala á íslensku. Já. Talað íslensku og sagt Eyjafjallajökull og þá kemur með leitarorðið Eyjafjallajökull og einhver hnöggrar. Já, skilur þetta. Skilur þetta. Þetta merkileg orð. Já. Og þarna inn á eru þetta margir inn á netkennslu.is margir þættir sem að geta jafnvel vafist fyrir fólki og jafnvel þeim sem eru vanir að nota tölvur eins og þegar að vírusvörnin þegar hún byrjar að vera með stæla eða jafnvel bara hvernig á að nota Word og Excel og PowerPoint þessi forrit sem að margir eru að nota til dæmis í tengslu við vinnuna sína svona, flesti nota bara svona þetta til svona einfaldra hluta en það er hægt að dýpka þessa notkun talsvert. Já, þú myndist á vírusvörnina, nú er ég að vinna í mitt kennsluefni í vírusvörnum inn á netkennslu og það er ekki tilbúið en það er komið á stað og þetta er ég að vinna í samvinnu við opin kerfi og það sem er náttúrulega rosalega mikið af starfsfólki sem hefur mikla reynslu í þessu og þarna er ég raun að bara búa til efni og er að svona fara nýja leiðir í að búa til kennsluefni þar sem ég er að nota þá í rauninni kvikmyndatökuvélar, ekki skjáupptökur. Og þannig er ég raun að dýpka skilningin á hvað eru vírusar og hvernig reyni ég að verjast þeim. Það er stór munur á vírusin sem voru kannski fyrir 20 ára síðan það sem að markmiðið var í rauninni bara að eyðileggja eitthvað fyrir þér. Núna gengur þetta meira út á það að njósna og reyna að ná kontról á tölvunniðinni á þess að viti það. Og kunstinn hjá vírusunum í dag er að þeir feli sig það vel að það sé ekki nokkuð leið að finna þá í tölvunniðinni. Já. Og þetta er svona eins og stríð. Það sem að annar styrjaldar aðilinn kemur með eitthvað til þess að stöða hinn og þá kemur hinn með eitthvað ennþá sterkara og þetta er svona tröppugangur en eru menn ennþá áfull í þessum þessari vírusframleiðslu? Já, ég held að hún hafa aldrei verið meiri. Nei. Ég man ekki, þetta eru sko fleiri hundru vírusar sem koma á klukkutíma. Já, en fæstir eins og nefndir áðan eru til þess að skemma. Þannig var það hérna í gamla daga, það kom einhverjir skelfir í það var meira svona prakkaraskapur en í dag er þetta meira svona atvinnumenn sem er að gera þetta. Já. Og ungi strákar sem er að sanna sig í þessu netsamfélagi og það er bara þannig að þeir sem eru klárir á tölvur og kunna að gera svona hluti að þetta er rosalega flott fyrir CV-ið á þeim í sumum löndum. Það eru bara vissir aðilar út í hinu stóra heimi sem eru að gaggjert og með skipulega glæpast það sem í því að búa til eitthvað svindl og svínar inn í tölvuheiminum. Já, svo náttúrulega þetta fyrirtækin sem að selja síðan forritin, þau náttúrulega láta búa til vírusa til að selja fyrir forrit. Þekki það ekki. No comment, sem aðeins sagði. En það er eitt sem að ég hef heyrt marga talum, sem ég veit ekki hvort þú útskýrir á netkennslu, Ólafur,
en það truflar marga til þeim sem að nota Facebook, þeir fara kannski og að leita að einhverju, allt í einu finna þeir þá vantar hengilás eða þeir að leita sér að gistingu einhvers staðar, og þá allt í einu birtast auglýsingar inn á Facebook það sem að tengt því sem þú varst að leita að síðasta sólarhringi. Og svo annað sem ég hef heyrt hjá fólki, að það á kannski vini í raunheimum sem eða kunningja eða fólk svona sem í tengslu við í raunheimum, og allt í einu fara að birtast ábendingar það að þessi ætti nú kannski vera vinur þinn á Facebook, einhver sem þú í rauninni hefur ekki önnur samskipti við en hitta ég vel sko, á göngunum í vinnunni eða býr í næsta húsi og þú svona heilsar þeir út á leiðin í vinnuna. Ég veit að mörgum finnst þetta óþægilegt og það myndast svona einhver svona samsæriskenningar í höfðun á fólki. Já, en sennilega fleiri sem finnst þetta þægilegt líka. Já, að það sé að vera að stinga upp á fólki sem þú hugsanlega getur þekkt, þegar þarna Facebook í rauninni bara mynda tenginga, það sér að þú kannski komið nokkur 100 vini og síðan einhver einn úti sem er ekki vinur þinn en vinur, þú ert svo marga sameiginlega vini. Já, en þá kemur upp á stunga. Já, en það hefur með þess verið bent á það að þarna birtist fólk sem svona, einmitt, fólk sem heilsað bara svona eða svona tiltölulega lítil tengsl við og engin eða kannski bara einn sameiginlegur vinur. Þá spyr fólk, hvað í gangi? Er það tilviljun? Ég held að það sé tilviljun, já. Því að þetta svona það alltaf verið að stinga upp á nýjum andlitum, það sé ekki alltaf sömu andliti sem að vera að stinga upp á, það kannski meira áreitið, það sé alltaf sama andliti sem þú þekkir ekki en alltaf verið að stinga upp á sama andlitinu, það getur verið svolítið pirrandi. Já, ég er með þess að hættur að taka eftir þessu, ég spá ekki í þetta hvort það sé verið að stinga upp á einhvern vinnum eða ekki. Það er áberandi eins og til dæmis að tala um þessar auglýsingar ef ég færi í tölvuna þína og ég myndi kaupa með flugmiða hjá Icelandair og svo þegar þú ferð að skoða síðan erlenda vefsíður sem bjóð upp á svona Google auglýsingar inn á síðanum sínum, þá fer að vera áberandi hjá að Icelandair er byrjað að auglýsa inn á síðanum. Að Google er að í rauninni að trakka, ef maður nota það orð, trakka sitt ferlið, hvernig notar tölvuna þeirna. Bara njóstna, við slum bara þetta penn. Já, þetta er ekki njóstnir, það er alltaf orð. Þetta er ekki bara það er ekki einhver maður hérna í Ameríku sem að Nei, þetta er ekki maður, þetta er bara robotar sko. Já, svona er þetta bara, þetta er bara svona við að bjóða markasetning. Þetta er markasetning. En þá komum við aftur að þessum hópi sem að notar þetta tölvur ekkert eða mjög lítið og svona með ákveðin ótta. Því fólki kann jafnvel að finnast þetta að heyra þetta alltaf að það sé nú svolítið verið að fylgjast með þér og fólki finnst þetta óþægilegt. Er þetta eitthvað sem okkur á að finnast óþægilegt? Nei, þetta er svona viss fyrir marga, eins og mér finnst þetta þægilegt bara að geta fengið það áhugasvið bara inn á að koma einhverja tillögur af einhver sem ég hef ekki séð, sem ég langar að sjá. Nú fyrir þá sem eru kannski svolítið finnst þetta óþægilegt að þá til náttúrulega á Google Chrome og eflaust Internet Explorer og fleiri forritum að þá getur að opna síður sem svona incognito eins og að kalla það á ensku. Þá ertu ósynlegur á netinu og það ekkert verið að fylgjast með, þið bjóðu upp á það og þá getur þú fara inn á síður sem það ekki verið að fylgjast með hvort þú að fylgjast með því að hugmyndafræðin á bakveit kannski það að veita frekar þjónustuna að þú fáir upp í hendurnar það sem þú vilt fá heldur en að það sé eitthvað falið fyrir þér og á þessu náttúrulega Google að græða peninga því að þeir eru að selja þessar auglýsingar. Já, Google frítt þannig að allir græða. Þannig að maður sem að nota neti sem kannski komin áttaraldur að hann sé ekki að fá einhverja bleiuauglýsingar. Já, ég veit nákvæmlega. Hann kannski að fá ættræði fórriðs auglýsingar og annað slíkt sko. Hendur honum. Já, einmitt. Og eitthvað sem snertir áhugasviðið. Þannig að þetta bæði upp á þægindin og svo náttúrulega fyrirtækja líka að fá það út úr því sem þau vilja. Já, en á móti kemur að fólki gæti fundist þetta óþægilegt. Já, þetta lítur þannig út fyrir fólki sko. En notkun á netinu náttúrulega alltaf á þína eigin ábyrgð og fólk það sem að skoða á netinu, það til fullt af síðum sem kannski ekki þetta æskilegar síður sem náttúrulega gaggerað kannski reyna til að koma einhverju njósnaforritum inn á tölvunniðina þannig að maður þarf að vera svolítið meðvitar þetta og inn á þessum vírusvarnar lið þarna inn á netkennslu þá einmitt að reyna að varpa ljósa á þetta hvernig þessi vírus að virka þannig að þú sért meðvitar það hvernig þú getur varið þig. Já, svo svona flökkuminnbönd á Facebook þar sem við svona hver einkenni svona Facebook vírus sem að
það kemur kannski einhver sem vinið sé að senda þér og venjulega er þetta náttúrulega klaufalegt að maður uppgötvað hann og strax að þetta sé ekki afleðilegt. Sko, hérna á Íslandi þetta svolítið sérstætt að við erum með óbúslega háa vinatölu. Já. Oft þetta kannski ekki jafnvel fólk sem hilsar jafnvel ekki út á götu eða óskar til hamingjum ammali, skilur. Já. Að þegar það fólk farið að senda þér einhverja svona flottar myndir, þá eitthvað bogið við það og þá áttu í rauninni ekki opnað og ekki að samþykja það. Já. Og svo hitt sem að gerist oft, ég veit ekki hvort út með það, ég kom ekki auðvitað inn á nettjenslu en ég held að það sé bara mjög mikilvægt að sko hvetja fólk til þess að fara varlega. Það kom oft tölvupóstar og það sem að þú ert allt í einu orðin margmilljónamæringur eftir að unnið í einhverju lottói og þarf bara að gefa upp einhver ákveðnar upplýsingar. Svo kom upp tölvupóstar frá viniðínum sem stattur fastur í útlandum einhvers staðar og þarf peninga til þess að borga því það var öllu rænt af honum. Já. Og svo framvegis oft sem betur fyrir að því að við tölum íslensku sem svona tiltölulega fáið sem nota það tungumál og Google Translate ekki orðið fullkomið en þá koma þessi póstar ofta mjög skrýtnu tungumáli eða á ensku þá tökum við ekki marka á þessu en hvernig á fólk að bregðast við þessu og þarf ekki einmitt að það er einmitt ekki að bregðast við þessu. Nei. Bara gera ekki neitt. Nei, og það er einmitt það sem það kannski, en það margir þarna rekklusir úti sem að trúa öllu eins og nýjunetti. Þetta þessir atvinnu svindlara sem þarna verki. Já. Og svona eitt sem að mér persónulega finnst rosalega sniðugt þó að fara vissilega mikið í töðunar á mér. Já. Að þá það þetta svindl sem í gangi núna og hefur búið að vera hérna á Íslandi að síminn á það til að hringja jafnvel á 6 klukkutíma fresti með erlendu númeri. Já. Og það hringir einu sinni þannig að þá tæknilega séð þú hefur ekki sveirum til að svara en það er ætlast til þess í þessu svindli að þú hringir tilbaka. Já. Og það vekur forvitni hver að hringi mig frá útlöndum og þú hringir tilbaka bara því þú ert forvitin en það einmitt það sem þú átt ekki að gera þá ertu komin í eitthvað símasvindl og ert eflaust rukkaður eitthvað 20.000 fyrir símtalið. Já. Og þetta svona einhver róbótar sem hringi þig og frá mismunandi löndum þannig að þú getur ekki einu sinni blokkar þetta eina símanúmer sem kom því að það kemur næsta símanúmer kannski 4-5 tímum seinna. Já. Og þetta í gangi allar sólarhringjum. Þetta mjög hvimleitt. Þetta ekki vírus í símanauðinum. Svo það sé nú að hreinu. Þetta í rauninni bara svindlutinu stóra heimi sem einhverjum hluta vegna búin að fá símanúmerið þitt. Þetta tekur smá tíma. Þetta þarf í rauninni, maður þarf að sýna smá þolinmæði, svo hverfur þetta. Ef þú svarar ekki, því að það kostar þá alltaf að reyna að hringja þig. Já, svo er það hinni svindlarnir sem að hringja og fara leiðbeinaðir í gegnum síman hvað það gerir tölvunniðinni. Það mjög varasamt líka. Já. Það var nú gefnar út Microsoft fljótt að bregðast við þessu og gaf út mjög áberandi tilkynningar það að fólk ætti ekki að svara þessu. Já, en þeir sem að kannski ekki að fylgja sérstaklega með þegar einhver óþólumóður indveri hringir í þig og vill fara mjög hratt í gegnum þetta. Já, bara ekki trúa því. Ekki hlusta á hann. Og bara yfir höfuð ef einhver hringir í þig frá tölvufyrirtæki út í heimi, ekki trúa því. Nei. Fáðu bara að tala við Bill Gates sjálf. Já, mitt, og en hann reyndar búin að en það reyndar til að stórkostlega mymbönd af því þegar fólk fengir hann símtölu og það fyrir að stríða hinn á móti. Já, ef þú hefur tíma þá getur þú haft gaman þessu. Það best hafa náttúrulega sérfræðingur á tölvusviðinu sem að tók þannig á móti einum á hjálpdónum og hélt honum í langan tíma og endaði með því að svindlarnir sprakk í loft upp af hann fór að tögum. En það ýmislegt fleira þarna inn á nettjenslu.is Ólafur, ljósmyndanámskeið því að nú myndavélarnar sem við kaupum út í búð orðna tölvur líka. Þetta allt orðið meira og minna allt sem við höfum í höndunum daginn langan. Öll tæki, símarnir, bílarnir, sjónvarpið, myndavélarnar, öll þessi tæki, hljómtækin, þetta allt orðið svona samtengdur heimur. Já, ég á einmitt að vinna í því núna líka að fara að efla kennsluna með Photoshop Elements og Photoshop og Premiere Elements, þetta eru ljósmyndaforrit og klippiforrit. Já. Sem þá sérstaklega sniðið fyrir almenning, þetta ekki svona forrit fyrir þeir sem að vinna við þetta, atvinnumennina. Því að Photoshop náttúrulega orðið þekktasta forritið í þessum ljósmynda og myndabransa og menn tala orðið að ef þú ætlar að gera einhverja breytingar þá Photoshopar það með einhverju öðru forriti. Já, þetta er orðið orð. Þetta er orðið orð og til þess að forrit sem heitir Photoshop Elements og það sérstaklega sniðið fyrir þá sem hafa ekki mikið vit á myndbreytingum og svona notendavænt fyrir það fólk sem hefur ekki lært í kringum þetta. En gríðarlega sniðugt og ofboðslega öflugt. Flott síða nettjensla.is Ólafur Kristjánsson, svona áður en kveðjum þig ég veit að því að þú ert nú svona hefur lifað og hræst í þessum heimi lengi stundum þeir sem eru þeirri stöðu gleyma einhverju sem að geti verið spurning frá þeim sem að þekkir ekki neitt. Er nokkuð mála að senda þeir einhverjar
fyrirspurnir eða eitthvað sem að vefst fyrir mönnum svarar ekki slíku góðfúslega? Jú, ég gerir það góðfúslega og ég tek nú fram fyrir þá sem að vilja styrkja vefinn og þá eru þeir einmitt komnir í þennan banka að geta þá annarkvæmt hringt eða sendt með tölvupóst með fyrirspurnir og þannig að endilega bara kíkja á það hvernig ég setið upp þar. Já, og þetta inn á netkensla.is, þar kennsluefnið og þar einmitt hlekkur til þess að styrkja þig og styrkja þetta frábæra framtak sem frítt og menn geta nota þetta og fyrir tiltölulega lága fjárhæð fá menn helling og eða jafnvel ekki neitt. Fyrir þann sem kannski hafa líka áhuga á flugi, þá ég með þetta inn á liðnum ýmsar vefsíður. Þar ég með sýnikennslu á það hvernig notar vefsíður sem heitir Flight Radar 24. Þá getur séð allt flug í heiminum á rauntíma. Þetta rosalega flott síða, en það svo önnur kennsla undir sem líka marine traffic, þar getur fylgst með allir í skipaumferð í heiminum á rauntíma. Þannig að ef þú ert að fara rúndið niður á höfn og vilt sjá hvaða skip í höfninni, þá getur þú farið í tölvunum og séð hvaða skip það eru sem eru núna og þannig að hafi þá svona eitthvað tilefni til þess að fara að skoða skipið. Menn geta endalaust setið við tölvunum sína og steingleymt sér klukkutímum saman. Nú þýðir ekkert fyrir sjómanninn í dag að rökva konunni sinni að það sé ekki höfn, hún getur alltaf fylgst með hann. Ólafur Kristjánsson frá Netkennslu, gangiði vel í öllu sem þú gera. Takk fyrir það. Til hamingju með þennan frábæra vef og við hvernig fólk til að kíkja inn og þá sem vilja fá kennslu að styrkja þig svo lítið því að þetta kostar nú helling í tíma og fyrirhöfn. Þetta voru ofboðslega vinna. En vinnan hefur skilað sér vel því að námskeiðin eru flott og aðgengileg og skýr. Ólafur Kristjánsson, takk fyrir að sitja með okkur. Við ætlum að eftir augnablik halda fram með þjóðmála umræðuna, heyrum í kaftin í Pírata í Reykjavík sem að ætlar að ræða við okkur Pegida-hreyfinguna og ýmislegt fleira. Halldór Auðar Svansson, hann verður á línunni eftir augnablik. Útvarpssaga í Grímsnesi, FM 99,1. Ert þú á leið til útlanda? Gistu hjá okkur nóttina fyrir eða eftir flug.